Þetta já, að margra mati eitt besta lag allra tíma, Crazy Bastard. Rétt hjá þér. Eitt lag sem að enginn fann leið á. Þetta sjúklega gott lag. Já, þetta eru 70 mínútur og Kvarasi á sínum tíma. Herðu, klukkan orðin 4 og það þýðir að þátturinn FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan drottinstýrðar þriðjudaginn. Þriðjudagur, kallið minn, þriðjudagur. Já, þetta er svo fljótt að líða að ég veit bara ekki hvað dagur er og Sveppi er mættur undir stúdíu. Já, takk fyrir það maður. Þetta ekki feskur? Ég er alveg drullið þéttur maður. Það er ekki, nettur þéttur. Já, farið bænum maður, ég er svo miklu stuði. Það er nú ekki annað hægt, við erum með svo rosalega þátt í dag maður. Já. Það er dýrir fermetrarnir hérna í stúdíónu. Já, sko þátturinn okkar er svo dýr í dag að við ættum eiginlega að rukka fyrir hlustunum á hann. Hárið. Það er ekkert flóknara því að, heitasti leikstjóri heims meðal annars er á leiðinni til okkar Sveppa, það er hann Baltasar Kormákur. Já. Ég held að, það er hægt að kalla hann einn heitasta leikstjóra heims því að, sko, hann á toppmyndina í Bandaríkjunum í dag. Já, er hún orðin bara... Þetta var vinsalegasta mynd helgarnar. Cool, já, það er mjög gott, sko. Já, og við hvaða myndi var hann að keppa við, til dæmis? Hvað er það að tala um? Hann var aðalega að keppa við hérna eitthvað, þú veist, eitthvað Beauty and the Beast, eitthvað þrívíta mynd, sko. Já, ok. En náttúrulega svo voru myndir hérna sem er búið að vera í sýningum. Ég hans það reynda svolítið kjánulegt, þú veist, náttúrulega blöðin á Íslandi eru snögg að segja hann hafi jarðað allt, þú veist, það stóð í einhverju blaðagreina, hann hafi meðal annars tekið Mission Impossible og hérna Sherlock Holmes í gegn, en það búið að vera að sýna það í mánuð, sko, þannig að finnst það svona pínu ósangent, en stórkostlegur árangur engu að síður, 24 milljónir í Bandaríkjunum fyrsta helgina og hann kemur hann til okkur eftir og við ætlum ekki að fara neinu vettlingatökum með Balta. Nei, að láta það kvikindi heyra það. Já, við ætlum að henda honum í raðarspurningar og spyrja hann út í Hollywood og bara allan pakkan. Já, ég meina gæinn er að fokkin leikstýra Mark Wahlberg. Já, Mark Wahlberg, þegar þú ert að leikstýra honum, þá ertu komin á toppinn, sko. Já. Því að sko, Mark Wahlberg, hann er orðin eitt stærsta nafn í Hollywood. Hann er að pródúsera sko, þáttum eins og Anthorage eða bíómyndinu núna, þættirnir eru búnir og hann er með Boardwalk Empire og það þykir orðið mjög töff að þekkja Mark Wahlberg. Svo er fjölskyldan hans að opna veitingastæði í Boston. Já, nákvæmlega fyrir utan það allt saman. Ágreinist held ég. Já, þú veist að Mark Wahlberg var bara einhver rappari sem kallaði sig Marky Mark. Ó já, og bróður hans var í New Kids on the Block. Já, Donnie Wahlberg. She's my cover girl. Þannig að það er ýmislegt sem við ætlum að ræða Balta. Það er nú ekki eina hérna í þættinum í dag því að hitaklefin er líka af dýrari gerðinni. Það er Aron Pálmason handboltamaður. Ég held að flestir Íslendingar hafi hort á Ísland-Króatíu í gær og verið pirraðar og ég og í hvað það var svekkjandi maður. Já, það var leiðilegt. Þannig að það var ýmislegt sem að við Sveppi þurftum að öskra á okkar efnilegasta handboltamann. Já, af því að maður var líka búin að búast við því að þeir myndu bara tappa þessu. Já. Og svo að standa þeir í þeim og eru yfir allan tíman og klúra þessi í lokin og þá var maður komið með von. Ég veit það. Samt einhvern veginn leifði ég vonin aldrei að heldtaka mig. Nei. Ég veist að þetta er líka svona þegar ég er að horfa United í spennandi leikjum með meistaradeildina svona. Ég býst alltaf við þinnu versta. Og það er ógeðslega pirrandi að horfa á íþróttaleiki svoleiðis. Já, þetta ger ég í lífinu. Já. Ég býst við þinnu versta, en vona það besta. Það er ótrúlega fallegt. Það bara kemur manni langt, sko. Já, þá er ekkert að koma þar óvart. Einmitt. Það er nefnilega málið með mig, sko. Já, en það er, tapa fyrir Króatíu, það var náttúrulega ennþá meira svekkjandi í ljósið þess að við vorum í rauninni bara mun betri allan leikin og hvernig er ekki hægt að nýta það að vera manni fleiri. Já. Og Robby rakaði skeggið og skoraði einn á móti markmanni. Þetta er óþolandi. Já. En menn eru alltaf að reyna að gera sitt besta. Já, ég veit það. Að sjálfsögðu. Og það má ekki gleyma að við erum bara 300.000 manna þjóð. Við erum lítil þjóð, þannig að sko þegar að við, tap er og sigur fyrir okkur. Já, bara hafa komist að mótið sigur. Já. Og við erum að vera stolt af þessu liði. Bara fyrir að vera þarna. Nú gubbaði mann. Við erum að vinna þetta. Við tökum Norðmenn á morgun. Og talandi Norðmenn, við Sveppa ætlum að hringja til Noregs á eftir og spurja Norsarland hvort þeir séu spenntir út í leikinu á morgun og líka bara láta þess að Norsarlands heyra það. Þetta er leiðilegasta þjóð sem ég þekki. Það er samt 1500 Íslendingar fluttið til Noregs á síðasta ári. Já, ég veit það. Hvað er það? Það er... ef þið líður illa á Íslandi, okkur fara til land þar sem er dýrar og kaldara. Hvað græður á því? Kannski vill fólk eymd. Já, það eru enda sumir sem að lifa best í eymd. Já, þrífast best í eymd. Þeir fara til Noregs. Hvað það var til Noregs? Ég er alltaf eymdina. Já. En já, við ætlum að hringja til Noregs líka, þannig að það er stútfullu þáttur að stýttist líka í slúðrið. Það eru margir sem hlusta FNÍ höfblöð bara til að fá slúðupakka dagsins. Já, þú ert búin að búið til feitan slúðupakka. Já, ég er með það er eitt og annað sem við þurfum að ræða í honum. Það var Golden Globe var helgina. Já. Chris Gervais. Ricky Gervais, hann var eitthvað ógeðslega, það er snillingur. Er einhver fyndari Ricky Gervais? Hann er æðislegur. Ég dyrka hann. Mér finnst hann er eiginlega uppáhaldsgrínisti minn í dag. Já, ég er eiginlega sammála því. Já, hann grófur og alveg samum allt. Já, lætur líka þessa bandarísku
gæja heyra það, sko. Hann ekki hræddur við elítuna, sko. Nei, hann lætur menn heyra það. Svo náttúrulega Eurovision var á RÚV. Já. Sástu það? Já, ég sá það. Það var alveg svo í fyrra fannst mér. Já, þetta eitthvað, ég veit það ekki. Mér finnst eins og við eigum bara að velja eitthvað góðan til að fara út. Já, bara Megas. Já, Megas eitthvað nálíka feskan. Horfður á þetta? Já, ég horfði á þetta. Fannst þér lögin flott? Allt í lagi, sko, en sko, það náttúrulega, ef þú ætlar að búa til Eurovision-lag, það átt að gera bara svo Ingo og Flexi, sko. Já. Búa til svona jolly lag, af því að, sko, ég tók eftir heima í stofu, þá vildi dóttir mín kjósa Ingo. Bláan Opal. Já. Hún var ekkert að kjósa bara eitthvað leyndamál eða eitthvað svona jari kjaftaði, sko. Nei, svo líka... Fólki finnst alveg ágætist lag, en fólk ekkert á miðum aldrei bara hlaup í síman að kjósa, sko. Nei, og sem veðjandi maður, þá hefði maður alveg skotið að Jónsi og Ingo myndi fara áfram, skiluru. Já. Þeirra lög. Já. Líka gaman að sjá Jónsa, hann hagaði sér sem maður á sviðinu. Já, ekki svo venjulega. Hann var ekkert að öskra eitthvað allt út í sal á hvern fólk. Nei, hann búinn að læra ýmislegt. Já, hann eins og við Sveppi, hann lærir á reynslunni strákurinn. Þetta eðalmaður þar á ferð. Við ætlum að byrja, þáttinn á laginu Levels með Avicii sagt. Okkur sleppti ekki að segja. Þetta hljómsveit, eitthvað djöfull? Eitt á play bara, ég get ekki beðið. Heyrðu? Farðu bænum og takk. Lag þarna á ferðinni. Ég veit að það eru margir að dansa sér raskatinn að þessu, sko. Já, þriðjudagur. Já, þetta er FM 95 Blöð með Sveppa Krull og Blöð hérna á móti mér og við erum að detta í feitan slúðurpakka. Já, takk fyrir það, Sveppi, að komið að slúðri dagsins. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong, slúður. Herðu, við ætlum að byrja á söngkonunni, heitustu söngkonu heims í dag, Rihanna. Hún stödd á Hawaii þessa dagana og hún í ástarsorg stendur. Þessin hún heitasta söngkonuna því að það náttúrulega 40 stegi hitti þarna. Það alltaf gott að vera á Hawaii. Hárrétt þér. Það enda stað sem ég var bara til að búa á. Aldrei undir 25 gráðar og aldrei yfir 31, spáði ég. Já, það ekki, þú fæst ekki að vera með miðstöðu í bílnum þínum. Nei, þetta er eitthvað annað en á Íslandi, en allavega þá fyrirsögnin Heartbroken Rihanna at Hawaii. Hún sem sagt í ástarsorg ekki að því að hún var að hætta með einhverjum gaur, heldur að því að Chris Brown, fyrrverandi kærastinn hennar sem að landa hana nú á sínum tíma, ég veit nú ekki hvernig hægt að sakna svoleiðis einstaklings, en hann sem sagt byrjaði með annarri stelpu og var að setja tattoo á handlegginn á sig með nafninu á þessari stelpu. Og þetta fór eitthvað hrikalega í taugarnar á Rihannu og hún twittaði alla helgina, þú veist hvað Twitter er, það fyrir sem ég er alltaf að vinna á, og þar sagði hún meðal annars, nú ætlum ég að lesa fyrir nokkuð tweet frá henni. Þetta er sem sagt ætlað Chris Brown, því hann er líka á Twitter. Because of you I'm some real fucked up and shit. Svo skrifar hún hérna, you wanna be my main squeeze nigga, don't you? And blasted, so what nigga, I'm not trying to hear that shit. Svo skrifar hún hérna líka, hún búin að roll up a kush, sem eitthvað vindill, ég veit ekki, kannski gras eða eitthvað. And I'm boozing, kush rolled up, glass full, I prefer the better things, skrifar hún. Hvað hún að spá? Akkur fólk að twitta í... Akkur twittaði maður ástarsorg, akkur vera, þú veist, þetta er bara hallarslegt eiginlega. Já, er þetta bara því að hann fekk sér tattoo með henni, eða? Já, það fór eitthvað rosalega fyrir brjóstöðunni, sko, hann byrjaði með einhverjari, þetta er eitthvað módel, sko, sem hann byrjaði með og, ég held þú ætti nú bara að vera sátt við það, að vera laus við þennan naumingja, sko. Já, ég vil bara segja við Rihanna, sko, að hugsa framtíðina og gleyma fortíðinni. Já, og líka það þú veist, þetta það sem ég hef nú rætt áður í sem þætti, það er mjög hættulegt að vera að twitta eða vera á Facebook, þú ert fullur og pirraður, sko, og það held ég eitthvað sem Rihanna ætti bara að taka sér til fyrirmyndar að bara sleppa því. Já, en það hvernig yllu betra að vera í ástarsorg á Hawaii heldur en hérna á þessum klaka til dæmis. Góður punktur, maður ætti nú eiginlega bara sendina það, það prófa að vera í ástarsorg á Íslandi þannig að stegin. Já, svo líka sko hérna, það er eitthvað sem segir mér, hún hefur vaknað daginn eftir með einhvern svona smá bömmur, eða ekki? Hvað var ég að twitta þessu? Þú veist, hún með 12 milljón mann sem fylgjast með sér, fyrir utan öll blöðin, auðvitað veit hún þetta fyrir blöðin. En það er eins og að fólk verði veruleika fyrst. Já,
Það orðið svona frekt. Þú fær allt upp í hendunar, þá verður þú frekur. Herðu, næsta slúður, Avril Lavigne, hún líka á lausu því að hún var að hætta með kærastanum sínum Brody Jenner. Já. Þau eru hætt saman og þau eru búin að vera saman heil lengi og búin að vera gift í 3 ár. Og þetta eitthvað gaur sem var í Sum 41 eitthvað. Ok, hvað Nei, hún var gift honum. Þau skildu, hún var komið nýjan gaur sem þessi Brody Jenner og nú eru þau hætt saman líka. Nú, frábært. Já, hún víst algjör frekja, segir gaurinn, og það spilaði inn í. Ég reyndar það ekki oft sem ég get staðfest eitthvað, en ég get staðfest að Avril Lavigne frekidólla og ofdegrur líka. Ég og Hugi vorum á kvikmyndaháttinni Cannes svona taka upp fyrir 70 mínútur og þá vorum við búin að fá viðtal við Jamie Foxx og búin að fá viðtal við Bruce Willis og eitthvað. Áttum að hitta Avril Lavigne næst, þar sem hún satt, hún pingulítil, hún bara svo dörgur sko. Og hún satt svona við einhverja kletta og þetta ógeðslega flotta sem sjórin og svona og satt þar í sínum einhverjum svona kabana. Herru, það kom einhver alda sem skall á steinana og hún fekk vatn á sig og hún bara hætti það sem eftir var dags. Þá voru við og einhverjum 4 enn sem áttum eftir að spjalla við hana. Hún neitaði fleiri viðtölum að því hún fekk vaskus yfir sig. Veist, 20 snáta, hvað getur ekki fengið smá vatni við hlegið að því og spjalla við strákana frá Íslandi? Þól ekki svona bull. Þannig að ég skil þig Brody Jenner. Já. Það ekki hægt að hanga með svona. Þetta svo spes, sko. Já, þú grenjar ekki við smá vaskusu. En það, hún kannski... Þú vorum að míga á hvern annan og við tókum samt viðtöl, sko. Já, en hún kannski verið eitthvað illa fyrir köllu. Já, reyndar, kannski var hún líka í ástarsorg. Herðu, næsta og síðasta slúður dagsins, það af Íslending, það hún Anna Mjöll. Hún skellti sér í kappákstunum daginn. Hún skemmti sér rosalega vel með mömmu sinni, svona eftir skilnaðinn. Mæðgurnar Anna Mjöll og Svanhildur Jakobsdóttir fundu sér stund milli stríða fyrir jól og skelltu sér í kappakstur í Fast Lane kappaksturum í Willow Springs. Já. Hún stendur núna í erfiðum skilnaði við bílajöfurinn Cal Worthington sem hársbreytt frá því að deyja úr elli og eins og ef þú skoðar þetta myndirnar henni þá virkar hún brosandi hérna. Já, hún bara í fantagóðu skapi, það ekki að sjá hún sé í ástarsorgri. Nei. En það held ég að séu nú fáir Íslendingar sem gruna hann ástarsorg. En það eitthvað sem maður gerir þarna úti bara, heyrðu ástu mín, ég ekki að skella okkur í kappakstur? Já, hvernig komst ég að það, ætlum að senda þetta sjálf? Já. Maður veit það ekki. En þú skellir maður sér bara í kappakstur og bara, þú skellir ekkert bara í kappakstur. Þetta kannski möguleik, þú getur sagt bara, heyrðast minni og kikki gókart eða keilu, það möguleik. En þú skellir bara ekkert í kappakstur. Nei, en kannski að þú ert að high celebrity eins og Anna Mjöll. Við reynda hringdi nú til Hollywood daginn, það var ekki sála sem vissi hverju þetta sko. Nei, það er svona jazzsönguna sko. Já. En það þótt hún sé brosand á myndunum sko, þá getur vel að hún sé brotin bak við myndirnar. Já, eftir erfiðan skilnað við nýraðan mann. Já, hún er örugglega alveg í rusligreið. Já, mögulega sko. Já, hún virkaði ekki á myndunum. Nei, hún er allavega úti og er í kappakstri. Já, þetta bara sýnir okkur úr slúðupakka dagsins. Þetta fjallaði allt ástarsorg. Já, skilnað, þetta var niðurdrepandi eitthvað. Já, en það sem gott að Anna Mjöll, sérðu okkur Íslendingana, hún kann að meta það, hún er úti í sól, hún er skælprósent í kappakstri, að menna Rihanna grenjandi á Hawaii. Einmitt. Af því Anna Mjöll hefur búið á Íslandi, hún veit hvernig það verið ástarsorg þar. Anna Mjöll með pung, það er bara svoleiðis. Kannski hættu þið saman út af því. Mögulega. Herðu, þetta á slúðupakki dagsins, það styttist í Baltasar Kormák, hann er gestur þáttarins og svo er Aron Pálmarsson handboltamaður í hitaklefa dagsins eftir leiðindatap á móti Króatum í gær, en það er ekkert að grenja það, við þurfum bara að taka Noreg á morgun. Yep. Það er eins og verið talandum Rihannu, þá er hún að syngja hérna með hljómsveitinni Coldplay, Princess of China. China með Coldplay og Rihannu. Það var ekki Coldplay-legt? Nei, þetta er eitthvað búin að djúsa þetta upp hana með henni. Það var svona Rihannu-legt meira kannski. Herðu Sverrir, ertu aðdáandi raunveruleika þátta? Hefur gaman að horfa á svona raunveruleika þetta? Nei, ekki þannig sko. Nei, ég var að lesa þetta. Hvað er raunveruleika? Bara eins og... Þú veist eins og Bachelor og... Já, ég hef hort á það. Ég horfa á bara það, bara til að líða illa í hjartanu. Já, sko, af Bachelor og Bachelorette þáttunum sem hafa verið út í Bandaríkjunum, það er búið að handtaka 7 manns sem hafa tekið þátt í þessu, eftir að þau komið fram í þáttunum og það er verið að tala um hérna... Út af hverju? Fyrir fyllir í hérna núna síðast, drunk and disorderly conduct, eitthvað slagsmál eitthvað, og það er verið að ræða hérna inn á preppinu að, raunveruleikastjörnur eigi ekki
góða þess að það sé erfitt fyrir raunveruleikastjörnur að feta sig eftir að þáttum líkur. Þetta svona skyndifræði sem fólk fær, hvort sem í Survivor eða Bachelor eða svona. Idolið og þetta. Já, og það verið að tala hérna að nánast, það eru bara einhver 4% sem ná að nýta sér þetta almennilega. Sem að, þú ná að gera eitthvað þætti eins og til dæmis úr Apprentice, á Gaur sem vann fyrsta Apprentice, hann að gera góða hluti núna. Og svona kjaftaði, Bill Rancic heitir hann, já. Og ég var einmitt að spája því að hérna ætlaði að sé búið að handtaka einhvern sem tók þátt í íslenska Bachelorn. Man er ekkert heilt að því. Það var stórkostlegur þáttur. Já, kemur man ekkert óvart einhverja 2 stelpur að vera slast á Amsterdam eða eitthvað. Það er samt einhvern veginn þannig að þegar, eins og úti, þegar það er kona sem er að biðja einhverja kallmenn að gifta sér. Já. Þeir eru miklu klikkari kallmenn, sko. Já. Það er miklu, þeir eru svona, hörru, ég tók þátt í Bachelor, ég er frægur og, veist. Já, vilja nýta sér af. Þeir eru svona miklu meiri stælar í þeim heldur en kannski konum, sko. Fá sér eitthvað umbósmann, það er þannig í Bandaríkjunum, það er alveg sama hvað að gera, þú strax komið umbósmann, sko. Já, sem er að reyna að græja eitthvað fyrir þig, sko. Já, því hann náttúrulega græðir á því. Já, en þetta er, ég held að þetta sé eins og þeir sem að taka þátt í Bachelor, sko, gæjarnir, þetta er algjörar steikur, sko. Já, og líka konurnar, ég held reyndar, ég myndi örgulega skjóta á svona 90% af þessu liði, ekkert að reyna eignast maka þarna, sko. Nei. Þetta er bara svona athyglisríki og... Já, og svo er þetta líka þannig, ég sá einhvern tímann hérna Bachelor, þá var einhver kona, þá voru 5 eftir, 5 kallar, hún var á hann pínu skotin í þeim öllum, svo allt hérna kom í ljósa, eitt þeirra sem hún var pínu skotin í, þá átti hann bara kærustu og kameran eldan og hún að öskra á hann og hann bara lappandi í burtu bara og upp í flugvél og heim og með allt niður sig, sko. Já, ok, hvað held hann að kærastan sín kemist ekkert að þessu? Já, þau voru, veist, eitthvað svona on a break eða whatever, skilur. Og þetta er miklu meira bara svona eitthvað white trash television heldur en einhver alveg raunveruleika þáttur, sko. Samt límist maður við þetta, sko. Ég veit, það er agalegt. En ég horfa á þetta bara til þess að hneykslast. Ég er svona svo afi. Já, ertu að horfa á þetta til að líða betur með sjálfa þig, kannski? Já, bara til að sjá bara hvað er verið að búa til mikið rusl. Já. En náttúrulega íslenski Bachelorinn, hvað varð hann? Já. Maður sér hann ekkert lengur í sig og heyrt, maður sér hann ekki að auglýsa neitt. Sem er alveg ótrúlegt. Nei, ég er að segja, það getur verið góður í einhverja lottóauglýsingu eða eitthvað. Já. En hann hefur einhvern veginn ekki að fylgja eftir þessum þáttum. Nei, en hvað hefur hann átt svo sem að gera? Hæ? Hvað gæti hann mögulega að gera? Já, þetta er íslenski Bachelorinn hérna með ykkur á FM. Eða... Já, ég hveti ekki til þess að fara í Íslandsbanka, veist. Já, þau hættu líka að snemma saman. Ég man ekki eins og hvað íslenski Bachelorinn heitir. Nei, ekki heldur. Sem er, það er eitthvað... Man eftir nokkrum stelpum úr þessu, sko. Já, ef maður sér þær, það er akkurat svona dæmi, stundum þegar ég rekst á einhvern og maður bara svona, veist, byrju, á ég að heilsa? Svo bara, ok, þetta... Æ, nei, þessi var í tantraþáttunum. Skilurðu? Já, þetta er ég veit ekkert sem var í tantraþáttunum, það er alveg aldrei einhver. Nú, hver? Þarna Rauðari sem hann var að vinna með mér í Vört. Já, alveg rétt, já. Já, sem titraði allur þegar hún sleikti á hann mistunni eða eitthvað slis. Alveg rétt, já, alveg rétt. Það er íslenskar menn opna sig í þessu. Já, og þú veist, yfirleitt sérstaklega á Íslandi svona þættir virka ekki, sko. Já, samt sko, ég og þú getur samt eiginlega ekki mikið verið að rífa kjaft. Það sem við höfum gert í sjónvarpi er eitthvað sem að margir myndu blöskra yfir, sko. Já, við erum alltaf búin að vera að harpa upp eftir alls konar amerísku drasli, sko, og svona. Og við höfum reynt að gera það fyndið og sniðugt, en svona raunveruleika þetta virka einhvern veginn ekki á mig, sko. Mér finnst þau að gefa Bachelor þættunum annars eins og Íslandi. Nei. Jó. Núna þú sér bara hérna, sko, viku eftir Idolið, þá var íslenska Idolstjarnan sem að vann, hún var að afgræða mig í Jóa Fel. Já, nákvæmlega. Það gerist ekkert í Bandaríkjunum. Nei, þú lappar ekkert inn í bakari og Kelly Clarkson spyrir hvort þú vilja tvöfaldan kanils nú, sko. Nei. Það gerist á Íslandi. Það eru bara minni peningar einn og svona í þessu, sko. Já, þetta er allt annað dæmi, sko. En þetta er samt ógeðslega mikið ævintýri og gaman að standa í þessu. Kynnist ógeðslega skemmtilegu fólki. Kynnist skemmtilegu fólki og bara reynsla. Já. Og gaman og eitthvað svona sem ég myndi ef að ég væri ekki frægur og vinsæll og æðislegur og mikill snillingur og allir dyrkuðu mig, skilurðu. Þá hefði ég örugglega verið svona gæi sem tæki þátt í Bachelor. Já, veistu það. Bara svona til að vera hress og skemmtilegur og athyglisjúkur. Já, maður hefði svona, þú veist, maður hefði verið að láta vini sína svona plata sig í þetta og svona. Já. Hei, samt hefði ég verið að hugsa örugglega allan tíman. Ég skelli mér. Maður hefði svona kvatt á, skráðu mig, ég manna það. Já, skráðu mig, ég manna það. Ég tók þátt í Vindarsmann Íslands og eitthvað svona. Það er rétt þér. Sverrir Þór Sverrisson er búinn að taka þátt í íslenska Idolinu 3 sinnum og svo sáast hann taka þátt í íslenska Bachelorinu. Maður hefði akkurat verið típar sem hefði komið í Idolið og verið með eitthvað svona flip. Eitthvað svona, við það ámsvæði open og öskra það eitthvað. Þannig að við erum ekki skömminni skárri. Herru, það er komið að David Guetta. Búinn að bíða spenntur í þessu. Já, þetta er snillingur David Guetta og svo er hann á leiðinni með hann Baltasar Kormákur, hann er rétt á kominn og Aron Pálmarsson, besti handboltamaður Íslands, eða einn sá besti er í hitaklefa dagsins, þannig að ekki voga ykkur að skipta um stöðu.
Sæjan Sveppa, Titanium með David Guetta og einhver höskvísir. Það hættu þessu drengum maður. Það er alltaf vælandi við tónlistina. Get ég ekki, já, ég vil breyta þessu nú. Já, þú breytir þessu ekkert mann. Herðu. Það ringi tónlistjórn og vera bara með gamalt rock. Já, hvaða rock viltu spila? Ég væri til að vera með, skilu, I seen you better moon rising. I don't go around tonight. Það er mitt. Herðu, ég átt að minna fólk á að Arsenal Manchester United stórleikur sem er á sunnudaginn klukkan korter í 4. Yep. Hann er sýndur í hágæða þrívíti beinni í Smárabíó helgina. Farðubænum. Miðasalan hefst á miðvikudaginn klukkan 10 á miður.is. Það er sem sagt í fyrramálið. Ok, þannig að fólk er farið að bíða. Já, miðaverðir einungis 2.500 krónur. Já, fyrir að horfa á fótboltaleik. Og það er aðeins 400 miðar í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Húsið opnar klukkan 13 og sjálfsögðu verður barinn opinn. Hinn eini sanni Gaupi mun lýsa 3D útsendingunni sérstaklega fyrir gesti Smárabíós. Þetta sló í gegn síðast og vinir Smárabíós á Facebook eiga einnig möguleika að vinna með á leikinn. Herðu, býta aðeins, eru ykkur inn í símanum? Nei. Er það Balti sjálfur sælunni? Ég opna hérna fyrir. Hann er kominn í húsmaður. Já, Baltin er mættur þannig ég er að spája ekki að henda á stuttar auglýsingar. Eitt lag og svo verður Baltasar Kormákur. Og svo náttúrulega bara áfram Arsenal. Þegið. Magasín á FM 957. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Viltu koma í heimsókn í þáttinn? Í hverju viku bjóðum við gestum til okkar í þáttinn og þú gætir orðið fyrir valinu. Send okkur post á magasín@fm.is eða skilabóð á Facebook. Þú gætir komið til okkar á föstudaginn og verið með okkur í þættinum. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. Niðurtalningin að vinsalasta lagi landsins í beinni útsendingu alla laugardaga. Kynnar listans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Þú vilt ekki missa af þessu. Íslenski listinn á laugardögum klukkan 4. Skoðaðu listaninn á fm957.is. Konur, takið eftir. Næstkomandi föstudag er bóndadagurinn og ætlar FM 957 að sjá til þess að þið gefið kallinum hinn fullkomna bóndadagspakka. Einu sinni á dag, alla þessa viku munum við gefa bóndadagsgjöf sem að inniheldur út að borða fyrir 2 á ítalska veitingastafnum Uno. En Uno er einn af heitari veitingastöðum landsins í dag. Blómvönd frá Garðheimum ásamt hádegisverði í Spírunni á efri hæð Garðheima. Gjafabréf frá Herra Hafnarfirði svo að kallinn verði nú almennilega dressaður. Veglegan dekurpakka frá snyrtistofunni Systraseldi. Og gjafabréf í baðstofuna í Laugum sem að gildir fyrir 2. FM 957 hjálpa þér að vera góð við kalliðinn. Heiðar Austmann verður með tilboðsgluggan á sínum stað í þessari viku. Alla daga milli 14 og 16 verður magna tilboð í eftirfarandi verslunum. Ver og Móta, Outfitters Nation, Jack & Jones, Selected, Vila og barnafattaversluninni Name It. Á hverjum degi tilkynum við nýja verslun sem verður með ótrúleg tilboð af völdum vörum. Fylgstu vel með tilboðsglugga Heiðars Austmanns alla virka daga milli 14 og 16. FM 957, það borgar sig að hlusta. Hæ, þetta er Þórhallur hérna úr Magasín. Taktu afstöðu gegn einelti. Stöndum saman gegn einelti. FM 95 Blö er í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þægileg og fljótleg þjónusta. Kredia.is. FM 95 Blö á FM 95. Herðu, já, Jay-Z og Kanye West með lagið Why I Love You en gestu þáttarins hérna í FM 95 Blöð mættur í stúdíóið og það er, já, einn heitasti leikstjóri heims í dag, Baltasar Kormákur, verður velkominn. Takk að þið fyrir. Hvað segir kallinn? Bara þokkalegt. Akkur ert ekki út í útlöndu núna bara að baða þig í sviðsljósum? Hangandi í FM 95 Blöð hérna bara? Það er bara helviti fínt að vera hérna. Það ekki? Jú, þetta er bara algjör snilt og hérna vera bara heima hjá sér og góðu feeling. Slaka á. En þú mættir ekki eins og frumsýninguna? Nei, það er sko reyndar, sko það sem var ákveðið vegna þess að Mark er að taka núna mynd, þetta er Broken City og New Orleans með Russell Crowe og hérna, og þannig að hann hefði þurft að fljúga til LA og hann gekk ekki fyrir tökuplanið og ef ekki þá er þetta að fljúga allir hinnuleiðinu til hérna New Orleans eða New York og það var ekki heldur, það var svo dýrt þannig ákvað breyða peningunum í auglýsingafrekar. Já, ok. Og vera ekkert með það red carpet sem er raun og veru bara eitt photo opportunity. Já, eitt kvöld. Það er gaman fyrir manna, ég þá Mark eitthvað, skilur. En enda því deg, þá skiptir það einhver máli. Það er náttúrulega gert fyrir áhorfendur og fá fólk í bíó. Og það var það sem var stemt að og tókst þess að. Ég hefði heimtað rauða dreigilinn. Já, það kemur næst. En þá varst þú þá bara heima á Hofsósi þegar að vera að frumsýna þetta? Já, það var reyndar, sko, það voru sýningar og mér var boðið að koma út. Hvað er það sem fokkin stól hérna? Ég er að síga niður eins og það. Takk þennan. Sveppi vill allir sér jafn stórir og hann í þessu stúdíói.
Þannig að þú varst bara í Hofsá City bara að slaka á með rauðvín og osta bara. Já, það var bara, ég ákvað bara að vera með fjölskyldinu meðan stormurinn gengi yfir og bara vera í góðu vari að þetta færi nú allt illa og... Já, enginn að finna það á Hofsási? Nei, enginn að finna maður þar og en svo fór að koma nú frábært tíðindi svona þeirra leið á laugardags, aðfaranótt laugardags. Já. Varstu stressaður? Já, ég var alveg tussustressaður maður, ég var alveg gjörsamlega, með maganum. Ég var bara ónýtur. Já. Ég veit ekki alveg, það er bara þannig, ég var þetta, maður veit ekki hvernig þetta fer, skilur, og þetta bara búið að leggja geðveika vinnu í þetta og þú veist, ég er búin að vera að gera kvikmyndir í mjög langan tíma og auðvitað hefði það ekkert farið frá mig svona en skilur, ef þetta gengur ekki þá verður þetta hefði orðið mjög þungt, skilur. En það það hlýtur að eftir eins og núna, bara eins og í dag, það hlýtur að vera þá breytast alltaf, það hlýtur að vera mikið að gera núna. Nú allt í að fara af einhver erlend tímarit að hringja í þig, tölvupóstar. Já, það búið að vera náttúrulega bara non-stop, skilur, bara þú veist, það náttúrulega byrjaði alltaf Universal-liðið og yfirmenn NBC, Universal og þetta dót fór að senda mér, skilur, þakka bréf og allt svona og Var þetta ekki stærsta opnun í sögu þessa fyrirtæki sem að gerða þessa mynd? Jú, sem að ég er búin að gera, sko, á annað 100 myndir, skilur, við erum að tala State of Play með Russell Crowe og Ben Affleck, við erum að tala Greenson með Matt Dillon, við erum að Damon. Við erum að tala þú veist, þeir eru búin að gera allar Bridget Jones myndirnar, Love Actually, þetta er major fyrirtæki. Og næsta myndin og eftir þessari, sem sett í röðin núna opnunarhelgi Interpreter með Sean Penn og Nicole Kidman, sem var $90 million mynd. Þetta er allt mjög stærri myndir. Og Contraband er bara gerð fyrir $25 million. Er það, flokkast það sem low budget bíómynd? Nei, það er ekki flokkast, það er mid-range, skilur. Og svona myndir, þú veist, eru menn mjög ánægðar að opna bara yfir 10. Já, ég skil. Svona þetta heimurinn eftir, þú veist, þannig að, og svo kannski gengur... Ísland? Já, það verður nú eitthvað að horta á hana hér. En það er rétt að vona það. En sko, þannig að, sko, þessi opnun, hún er núna sannlega ná inn 30 þessa helgi. Er bara eins og risa myndir að opna og menn eru glaðir með, skilur þú veist, þá er ég að tala svona, ekki eitthvað franchises og Harry Potter eitthvað, sko, þá er það að tala stærri tölur, en þá er líka komin miklu fleiri bíó. Já, nákvæmlega. En það var keika, það var fólk að ringi mig frá New York að Union Square væri bara biðröð fyrir utan það og það er ekki gaman að heyra svo leiðis. Og bíóið gasping þegar einhverju svona cliffhanger momentum, þú veist, og þú veist, þetta er náttúrulega það sem að, þú veist, þessi mynd er ekki, hún er gerð fyrir áhorfendur, þetta er skemmtun, þetta er entertainment og þetta er popcorn og fjör og þetta er bara bíómynd. Í betri kantinu fyrir það, skilur. En þetta er ekkert, það er oft verið að búa til svona eitthvað of listrænt, finnst mér. Já, ég veist að ég er eins mikill bólur og hægtur að vera, ég vil bara fá góða, skemmtilega bíómynd. Ég er enda mjög gaman að gera svona listrænar myndir líka, ég er ekkert að taka það frá, en svo þetta er, skilur, þessi mynd er gerð svona á þessum forsendum og gert besta versjónin henni. En þú hefur ekkert gert mikið einhverjum svona listrænu myndum. Hvað er að þér? Ertu eitthvað í því? Ertu svona arti-farti eitthvað? Það var mjög listræn myndir. Já, kannski. Hún er svona liggur á milli, sko. Það er svona gekk hún, sko, íslenska myndir sem eru íslensku og eru bara hardcore, skiluru, genre myndir. Þær fara ekki mikið út heiminn. Eina leiðin til að sína íslenska mynd er í arthouse bíóum. maður fær ekkert svona dreifingu, það er bara allir að tala íslensku. Ég sjáðu svo mikið íranskum eldingjarleikum á Íslandi í bíó. Þetta ímynda hvað er líklegt að koma svona myndum. Ég sá þetta reyna íranskan daginn og var æðisleg. Nómar ekki nakkmama. En þetta er svona hátíðum, kvikmyndahátíðum. Já, en hún fór endar í bíó, í Arthouse bíó við og eins 100 í Reykjavík og mynda mínar hafa alltaf farið aðeins í víða. Ég meina, við erum að tala alltaf að deilskili, hún fór í 3300 bíó kontraband núna í Ameríku. Við erum að tala kannski 50 bíó eða eitthvað sko sem þetta er að fara í einhverju löndum. Og hringdi Mark Wahlberg í því? Já. Ertu mikið í samband, getur við hringt í hann núna? Megum við hringt í Mark Wahlberg? Hann leita síman sinni. Ég glemdi gemsanum mínum. Nei, þú glemdir honum ekki, ég sé hann. Sko, það er náttúrulega morgun í Ameríku. Það var ekki vinsælt að vera hringi í kallinn, en þeir gerir bara að þið takja ábyrgðaði sjálfur. Við fáum gemsan hjá hann. Ég lofa ykkur því, næst ég gera mynd, að ég er ekki hugsanlega að fara að gera mynd með honum fljótlega. Ef þið viljið koma til Ameríku, þá skal ég bjóða okkur á sett og hann hefur mjög gaman á svona vitleysingum með þessu ykkur. Það er alveg, hann er alltaf með 2-3 sem hann er að lemja svona inn í treyli á sér. Það er einhver litli gauðra sem er bara segum að við berja okkur, bara eins og hann veit. Nei, hann hefur mjög gaman á svona rugli sko, þannig að hann er mjög léttur sko. En það ekki? Jú. En Kate Beckinsale, hvernig var að rauna með henni?
Það eiginlega maður bara að vera að loka augunum og tala við hana. Já, hún falleg maður. Já, hún ansi þétt. Hvað hefur hún verið? Ég þekki ekki alveg hvað hún hefur gert. Hún var í Serendipity og Pearl Harbor Aviator hún er margbúið að velja hana fallegustu konu í heimi. Hún er bara eitthvað á túnni. Kona hefur verið að glána með því. Já, ég er bara einn af konu maður. Ég veit ekkert hver Kate Beckinsale er. Núna í Underworld kom út í það í einhverju spandex-skala alltaf verið að vitlaust. Já, trailerin á því er alveg ágættur, en hérna, svo er ég að spá, þegar nú kemur þú hérna frá litla Íslandi og ert að stjórna stjörnum eins og Mark Wahlberg og Kate Beckinsale, var alveg, þú veist, tekst alveg alla virðingu og, þú veist, vissi, þú veist, af því að þú ert nú ekki frægur leikstjóri í Bandaríkjunum. Það meinar þau? Kannski núna, en ekki þá. Þú ert algjört nobody í Bandaríkjunum. Gekk þetta allt smúð og allir bara... Já, þetta var mjög smúð og þetta fólk flest er bara mjög, þú veist, bara þetta er vinn, skilur, bara fólk sem er vinnur og er bara, skilur, að delivera sínu og ég meina Mark, við náðum mjög vel saman strax og hann stóð með þessu allan tíman og þegar kom einhver vandræði eitthvað, þú veist, að deila eitthvað, þá tók hann alltaf, svona mína hlið á málunum og stundi mig í gegnum það og það var bara hringt í Ari Gold það er sko agentina sem þekkja Entourage-þættina. Ari Gold er byggður á agentina sem þetta er Ari Emanuel. Já, ég veit og hann vist alveg eins, ég var búinn að heyra það. Hann væri bara snar rugglaður eins og Ari Gold er. Já, hann er nákvæmlega þannig og hann er líka orðin agenti minn núna, þessi gæði, þannig að það var bara hringt í hann eða það var eitthvað og það bara hlutunum reddað. En var eitthvað svona vesen? Nei, það var bara svona, ég vildi fá stærri skip og fekk það, skilur við? Stærri skip? Já. Balti vil stærri skip hérna. Grjóthart. En er þetta allt öðruvísi heldur en að leikstýra til dæmis eins og brúðgumannum? Sér maður gerist bara á einhverju eyju hérna réttur utan Ísland sem að... Sko, ég myndi, já, kannski öðruvísi það að því að það var svo mynd var sett þannig sérstaklega upp að það væri bara að vera þarna og hafa gaman að svo spinna og pröfa og allt það. En þetta er Mark alveg frábær í spuna. Það er eitt sem hann er mjög góður í. Og til dæmis Departed ef þekki að hann spinnur meira og minna alla þá mynd, skilur. Hann var tilnæmdur Óskarsverðlaun þannig. Þetta er einmitt allt út í kjattinum og honum þessi óþverri sem kom út honum. Og suma línuna sem eru mest dirty, sko, það eru bara beint in the moment, sko. Frá honum. Hvernig, eru að fara að missa þig núna til Bandaríkjanna, Balti? Heldur áfram hérna á Íslandi að gera myndir hér? Já, ég ætla að halda áfram að gera myndir hérna, en ég er nú sennilega að fara að gera aðra mynd í Bandaríkjanum og það eru nokkrar deglunni og svo er bara, þú veist, það er ekki búið að opna Hollywood, hún er að opna bara as we speak, sko, vegna þess að það var frídagur í gær. Já, ok. Það er þessi Martin Luther King dagur, já. Og þannig að svona, þá fær svona þetta er hlutina hitna en það er komið strax skilabóð að byrjum að koma og ræða málinn út af þessu hinnu og það er stór mynd sem heitir Two Guns með Mark og annari stjörnu sem ég er actually að fara að hitta. Ok, hvað stjörnu það? Ég get ekki sagt þér það. Jó, nei, þetta er bara enginn að hlusta. Það hlusta eftir 9 fyrir blöð á nóti. Gubba þess út þér, hver er það? Geð okkur hint. Hann er það Jon Stewart. Stuart Little. Þannig að það eru góð líkur að setja að fara að gera aðra mynd með Mark Wahlberg. Já, það er eiginlega nokkuð líklegt, já, og það er búið að sæna hann díl, sko, þannig að Mark náttúrulega fun heitur núna eftir myndina og þannig að það er fjármagna og það er bara að vera að ganga frá þessu og að setja að fara í það, en auðvitað er bara Hollywood þannig að það er stundum byrjað að undirbúa myndir og það er cancelled, skilur. Já, ég skilur, þannig að það er aldrei örugt svo sem. Nei, þannig að, Já. Nei, vorstu hvað eitthvað puttar? Nei, ég var að stoppa að sveppa því að við erum, hvað varst að segja? Nei, ég var það ekki. Nei, ok, herru, við ætlum að henda þetta í eitt lag og svo höldum við áfram, við erum með hraðaspurningur og fleira á Balta. Labyrinth, come in, Earthquake, hann er ennþá hjá okkur hérna, hann Baltasar Kormákur, leikstjóri. Grjótharður og... Var að skella Mark Wahlberg maður og Mark var bara hress. Já, mikið óbúrslega gaman að tala. Hann er svo fyndinn alltaf á þriðjutu. Svona nývagnaður. Var hann í því eða? Herðu, við erum að spája að hoppa hérna í hraðaspurningar. Þú þekkir nú reglu, þú er hitt okkur áður, Balti. Þetta er bara að reynsa hugan. Ég man ekkert hvernig þetta er, sko. Ég hitt ykkur áður en ég hef aldrei komið inn út af þetta. Nei, enda hann er bara 2 mánaða gamall. Herðu, þetta er nú að reynsa hugan og segja bara fyrsta sitt eftir hug. Þú getur ekki svara vitlaust, þú getur ekki svara rétt, skilurðu. Þetta er bara svona að reynsa hugan og hvað er það fyrsta sem poppar í hausinn? Ertu klár? Já, en má ekki hafa löngt svona svör og í hugud? Nei, það er akkur það sem má ekki. Það er bannað. Herru, þá byrjum við. 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Hvað kom fyrst í hugan? Ég man ekki nafni á henni. Hún er það Come and See. Uppáhaldsnammi? Nóa Kropp. Besti skyndibitinn? Nei, Rísk er betra. Besti skyndibitinn? Ég heit ekki skyndibita. Jú, harfiskur. Harfiskur, besti leikari Íslands? Yngvar Sig. Hvað kveikir í þér?
Kona mín. Myndirðu leikstýra klámmynd fyrir 500 milljónir? Nei, ég hugsa ekki. Uppáhalds Hollywood-leikari? Ekki alveg viss. Uppáhalds Hollywood-leikari? Kate Blanchett. Besta hljómsveit í heimi? Antík. Hvað fyrir mest í taugatuna þér? Hraðaspurningar. Fallegasta kona fyrir utan maka? Ég hef ekki að segja Kate Beckinsale. Það lítur alveg út og svo Lilja. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri er þið fyrir valinu? Ég tæki hest. Akkur hættir að drekka? Ég var leiðilega með vini. Fyrir taugatuna að við Sveppu ekki vilja leika í einu verkefniðinum? Já, ég er mjög sárið við því. Uppáhaldslið í ensku? Það er City. Mark Wahlberg er? Flottur. Hefurðu lamið einhvern? Já, marga. Hvenær fórstu síðast í sleik? Ég ætlaði ekki bara svona 20 dagar síðan. Hvað er besta mynd sem þú hefur gert sjálfur? Kontraband núna, Djúpið. Versta mynd sem þú hefur gert sjálfur? Það verði ekki að vera vild trip. Hvernig er Sveppi í fótbolta? Hann er ekkert á mín. Hann er svolítið svo Messi sem að, sko, ég er það Savi, skilur við. Hann þarf að hafa góða Hann verður að senda á hann, en hann er djöfull góður ef hann fæði góða sendingu. Þið alltaf saman í fótbolta mánudöfn, ekki? Já. Það síðast, ef við skulum ekki ræða það eins. Já, getur hann eitthvað? Hann er alveg drullu góður. Hann er ekkert á mín, skilur við. Ef hann er liðan á móti, þá skorar hann ekki mikið. Hann fæði sendinga, sko, Sveppi. Sveppi er fýtt og litlu með Já, sko, málið það, sko, Balti, hann reynda kemur aldrei tilbaka. Nei, svona svo ég. Ég er fram og tilbaka. Ég er í sjúku formi núna. Það er líka að losa það við. Já, þú rúlar hann á milli. Ég þarf að hlaupa meira, sko. Nei, við förum í bolta. Já, þú ert góður á litlu með þetta, Sveppi, en þú ert ekki góður á stórum. Mjög lillur. Herðu, ef við förum aðeins yfir þetta, besta bíómynd allra tíma, hvað sagðirðu þar? Come and see. Come and see? Já, rússnesk. Já, ok, takk. Uppbólslammi voru hrís, besti skyndibitinn. Hvað, borðar ekki skyndibita? Farið þér aldrei pizza eða hamburger? Ég er mikið í því. Ég skyndibiti bara harfiskur, ég þarf eitthvað svona, kaup mér harfiskpoka, ég er mikið í því. Já. Mér finnst það rosalega gott. Ok. Ég fór með svona útmaður og Lilja kom með þetta og hún kom að heimsækja og fólk var ælandi á settinu maður. Það var ekki fína harfiskjölu það? Það er náttúrulega vond lykt af mér, þetta var ríkilega gott. Herðu, besti leikari Íslands, Ingvar E. Hvað kveikir í þið? Það var konaðinn og þú myndir íhuga leikstýra klámmynd fyrir 500 milljónir? Nei, ég var nú svona, ég dokaði því, ég hugsaði, hvað get ég gert marga myndir ef ég geri það, sko? Ég gæti að gert það, 500 milljónir íslenska, varst það það? Já. Já, nei, ok. Þú sagðir ekki krónu, ég held að það var dollara. Já, ok, þannig að þú myndir íhuga fyrir 500 milljónir dollara? Ég áfætti að leikstýra klámynd fyrir minna heldur en ég geti leikstýrt flottri mynd. Já, ok, það er þetta góða. Já, bara upp á, veist það, gaman að horfa á klámi eða eitthvað. Svo gæti hún líka heitir... Það var það bara netið. Svo gæti hún líka heitir Litli graði í Hobbitin og ég myndi leika aðalhlutverki. Sverrir Þór Sverrisson í sinni fyrstu alvöru bíómynd. Herðu, uppáhalds, Hollywood-leikari, hvað sagður þú þar? Kate Beck? Nei, þú sagðir hérna Kate Blanchett, já. Já, hún er þetta. Hver er uppáhalds-hljómsveitin? Hvað sagði ég? Það var eitthvað rögg. Antík, já, það var hljómsveit þegar ég var 13 ára. Antík? Já. Já, ok. Gæst ekki sagt Svenni. Er ekkert U2 eða eitthvað svona? Ég er svo lítið svona hljómsveita, hvað er best í heimi eitthvað hljómsveit. Hefur þú farað á eitthvað tónleika? Ég mist leiðilega tónlingum. Mér finnst það geðveikt á Nick Cave tónlingum einu sinni, en mér finnst tónleikar alltaf bara svona eitthvað ljósasjó í fjarska og bara verrið hljómgæð heldur en að hlusta á plötu. Já. Ég er ekkert, og ég meika svona aðeins á múka og svona. Mér finnst það, menn verða að vera svolítið hráir og bara helst, þú veist, bara einir eða eitthvað, sko. Ég fíla ekkert eitthvað svona pródúsera tónleika, mér finnst það eitthvað að vera... Standa eitthvað stáð og hlusta. Já, einhverjum kráti og get ekki sest niður og þetta er ekki fyrir mig. Já. Svo spurðu við af hverju hættir að drekka, þú sagðist þér að leiðinu með vín, hvað er langt síðan þú hættir að drekka? Það 10 ár. 10 ár. Það kýtlaði það ekkert þegar þú fegst þessar tölur eða? Bara poppa smá sjampinni? Nei, ég bara opnaði hann á harfiskpoka. Það er bara handfiskur og hofsósi. Ég er búinn að segja bara alltaf, næst þegar hann drekka brennvín, þá var hann að hringi mig. Já, við erum að tala um að fara á kaffibarnið, ekki? Já, þá förum við all inn á kaffibarnið. Kveiki í honum aftur. Þú er lamið fullt af mönnum, þú varst ekki gamall slagsmálhundur bara? Jú, ég var það. Þú varst svona ruglaður? Ég var með nokkra kærur á mér og lenti í smá vondumálum á tímabili. Já, og það allt tengt víninu kannski? Já, það er auðvitað að kenna því það var ekki skapið. Þú ert helviti skapstór og brjálaði maður. Ertu svona ruglaði balti? En hvað er þetta að setja? Ég hef ekki lamið mann mjög lengi. Nei, ég er mjög rólegur. Ég er yfirleitt mjög yfirvegaður. Það getur spurt leikara betur það, en ég er nú yfirleitt það getur fólk í mér, ég er ekki öskrandi leikstjóri, ég er yfirleitt mjög slakur og ég nota þetta mjög sjaldan skapið í mér. En ég get orðið fólk vondur og þá kannski, ég er ekkert að öskra á menn, en þeir finna það, skilur, en
En sko, ég var einmitt láréttur á laugardagskvöldum, sko. Ég kom bara fljúgandi með nefann á undan mér, sko. Já, ok. Hefurðu lamið eitthvað frægan, eða? Er eitthvað sem þekkir svo? Já, ég og Ingvar, segi, slóist einn svona allsbergur út í garði. Ok, það er gaman að eiga vídeo á því. Du ert myndið að múta. Það var eitthvað byggur á Húsavík, held ég maður rétt. Leikferð. Ég er að sjá það sem við erum bara nokkuð eðlilegir þegar ég er að taka þessa myndir að þér. Já. Herðu, þú myndir ríða hesti, það var gott svar hjá þér upp á hlið ensku City í alvörunni. Ég er algjör hóraði þegar ég kemur að ensku knattspyrnunni. Mitt lið er Barcelona, ég rættaði það. Skilur, og ég er ekkert, nú er það öll góðu liðin að keppa í meistaradeildinni, hvernig get ég haldið mig lið á móti því. Þannig ég er bara besta liðið á hverju ári. Vel gert. Þú ert svona eins og Sveppurinn, hann bara flakkar á milli. Ég er að halda með einhver liðið sem liðlegt. Er þetta eitthvað svona trúnaðarmál? Þú ert bara, herðu, sína þínu liði stuðning. Hvað er mínu liði? Ég hef aldrei átt neitt lið. Nei, það var ekki þú auðvitað heldur. Fáránleg spurning. Hef ég aldrei átt neitt lið? Já, þú ert bara íslensku strákur. Ertu eitthvað fáránlegt að halda mig Leeds eitthvað, bara því að einhver frændi er að hjálpa með því. Já, bara því að afiðinn gaf þig Leeds-búningu og þryggja. Leeds, ég vil ekki sjá Leeds. Herðu, þú varst í vondur. Já, maður þarf að styrja sitt leik. Ég er vissum að flestir hlustendur eru sammála mér. Svepp er nefnilega líka svona, sko. Hann heldum öllum íslensku liðum. Fylki, Víking. Hvað er liðið þitt á Íslandi, Sverrir? Ég er harður íringur. Harður íringur allt í hennu? Já, ég er þetta á mitt lið á Íslandi, sko. Hvað er þetta? Ég er að spila það með þeim. Þú spilaði líka með Neist á Hósósi? Já, en þeir eru ekki í deild, þannig að það er voðar að halda með þeim. Já, ég spil ekki eins og lengur. Herri, ég var að fá SMS. Hvað? Rúnar Freyr var að senda mér SMS. Já, hann er flottur. Balti lamdi mig einu sinni. Já, ok. Rúnar Freyr? Já. Þetta hefur verið okkur góðu landafyllir í þú mannst ekki eins og neitt. Nei, hann geti því. Ég man ekki eftir því. Hvað var áttu vestamynd þú Ég get alveg lamið hann, það er leiðrétt þetta. Heldur þú getið lamið Sveppi og Sveppi árið brjálæðskasti? Ekki ef ég sé rautt, sko. Ekki, mjög létt. Sveppi er þetta, sko, ég hef séð Sveppa í brjálæðskasti. Það er erfitt eiga við hann þá. Hann bítur og klórar. Er það ekki bara eins og að veiða lax með höndunum að ná utan hann? Takk á þessu, það var þetta stopp. Já, það var þetta búið. Það geta lópavellinga á þessu og strjúka öfut. Hvað var vestamyndin? Hvað sagður það? Little Trip to Heaven? Já, þetta er voða erfitt að segja þetta. Mér þykir vænt um allar sem myndir, en svona, ég kannski valdi með mestum vonbrigðum svona útkoman á henni. Það er nú sannlega... Þú varst með stóra leikara það, Forrest Whitaker og Julius Stiles. Það er engum að kenna nema mér sjálfum, sko. Og ég bara, þú veist, handritið var bara ekki alveg og komið saman á að fara í hana, því miður. Nei, ég skilja. Þetta er bara svo, en svo eru rosa margir sem fíla hann í tætlu, sko. Já, svo er það nú bara þannig að menn búa bara til bíómyndir og vona það besta. Já, það er veist. Það er veikt að veit að það var Sveppi. Já, ég til dæmis hef ekki búið til lélega bíómynd, þannig að ég þekki það ekki, sko. Nei, þú ert með 3 árið, ekki? Já. Ég er að horfa á 2 kvikmyndamógula hérna fram að mig. Já, þú ert svolítið með stærstu kvikmyndagerðarmenn landsins fyrir fram að mig. Já, svo sitt ég sköll á þessu með útvarpið. Það væri góð hjá okkur saman, maður. Já, það er að blanda þessu saman. Það er dýrfermetrinn hérna inni, auðvitað minn. Það er hárrétt, herðu, við ætlum að henda hérna að styttist í hitakleifan með Aroni Pálmarsinni. Balti, er það einhver hraðferð eða? Nei, ég er góður. Já, herðu, við bara ætlum að halda kvikindunni hérna, fáum Flórens enda með sín. Útbúin kl. 6. FM 95 blöð á FM 957, það er nóg framöndan hjá okkar strákunum. Við ætlum að hringja hérna til Noregs eftir smá stund að heyra í Norsarunum út af landsleiknum á morgun. Það er, hitakleifin, Aron Pálmarsson, handboltamaður, lenti í honum fyrir í dag og Baltas og Kormákur ennþá hérna hjá okkur. Við ætlum að hafa stuttar auglýsingar, svo komum við grjótarðir aftur. Heiðar Austmann verður með tilboðsklukkan. Nú er mögnuð útsala í Hátækni, sjónvörn, GSM-símar og alls konar græjur á frábæru útsöluverði. Útsalan stendur stutt yfir, svo þú skalt mæta strax í dag og gera góð kaup. Komdu á útsölu í Hátækni, Ármúla 26. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Karribátur og gos á 1090 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga. Njóttu útiverunar með allri fjölskyldunni í Bláfjöllum. Þú getur fylgst með veðri og opnunartíma á skíðasvæði.is og á Facebook. Frábær skemmtun fyrir alla í fjölskyldunni. Bláfjöll. Það er svo margt sem batnar þegar við gerum hlutinu saman. Við lærum eitthvað nýtt, miðlum af reynslunni og byggjum á styrk beggja. Íslandsbanki og Byr fagna 9 ári í sameiningu og við hlökkum til að gera góða þjónustu en betri. Íslandsbanki. Pítupartí á Pítunni. Allar pítur með frönskum og gósi á aðeins 1095 krónur út mánuðinn. Með
Með sjónvarpi Símans færðu aðgang að Skjá Bíó með yfir 4000 titlum og getur pantaðir splunkunýjar eða klassískar bíómyndir með einum takka á fjarstýringunni. Sjónvarp Símans. Þú átt sýninguna. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerol slettir úr körlunum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það hár réttir að hlusta á FM 95 Blö og FM 957 og hann hérna hjá okkur slagsmálahundurinn en þá Baltasar Kormákur. Má ég spyrja það Balti, af hverju kontraband? Kontraband þýðir smyglvarningur á ensku og eina eldgamalt franskt orð held ég. Það kemur eitthvað starf og þetta kom nú bara upp snemma þegar við vorum að skrifa handritið og og við leitaði eitthvað svona, mér svo flottið titlar eru eitt orð og það er text, sko, eins og Departed og þá manstu alltaf, sko, þegar þú tengir, eða heyrir þetta orð, þá manstu bíómyndina og vissa versa, og hún stendur og þú veist, það er einhvern veginn, hún næri svona að standa út, sko. Þetta er svolítið kunst, það er mjög mikil kunst og erfitt að skýra bíómyndir. Já, Mýrin líka eitt orð, þú ert að leika svolítið með það. Já, en Jar City, þetta er með stilin sem að virka mjög vel. Það er svona eitt kompakt, skilur við, með eitthvað forvitni. Hvað er svona draumaverkefnið þitt? Hvað er eitthvað svona, nú ertu búin að leikstýra fullt og skrifa fullt og gera, er eitthvað svona sem að langaði að fara og vera með Jack Nicholson eða er eitthvað svona draumaleikari? Já, fullt af þeim skilur við, alveg fullt af þeim og auðvitað svona, þetta er svona, þegar maður talar um þetta verður þetta náttúrulega absúrt skilur við, en þetta er kannski ekkit svo fjarrænt í dag. Nei. Það sé hægt og mögulegt, skilur við. Ef þú mætti velja eitt leikari í heiminum, hvað myndir þú velja? Ég sagði það á, en Kate Blanchett, ég var rosalega til að vinna með henni. Ég meina, þú Jack, þú veist, Christian Bale, þú veist, mér finnst það fullt af frábærum, þú veist, DiCaprio, ég meina, það var frábært að vinna með fólki. Ég veit ekki hvort maður kemst einhvern veginn að þessum kjötköllum, skilur við. Þú veist, já, og De Niro er nú gaman að svona góða líka sem, þú veist, fullt af... Hann er aðeins á niðurleið núna, kallinn. Hann virðist taka allt að sér. Er eitthvað blankett enn í gangi? Já, það er eitthvað svoleiðis. En skilur, það er svo líka, tengist það líka, svo Meryl Streep og svona, tengist svona fólki sem að maður svona hefur hort á og litið upp mjög lengi. Þau eru kannski ekki teitustu stjörnundar enn í dag. Nei. En það snýst það ekkert endilega það hjá mér, sko. Ég, þú veist, er ekkert að drepast að mig langs að vinna með Will Smith og finnst það fínn leikari, skilur við. Þetta er kannski svona fólk sem að maður svona, það var í geðveikt að fá að leikstýra. En það verður bara að bíða og sjá hvort það svoleiðis draumar rætist, skilur. Hvenær fáum við Íslendingar að sjá þessa mynd, kontraband? Það er bara næstu helgi. Já, ok. Ætlar að mæta á frumsýninguna hér? En aldrei það. No say. Er rauður dreigill? Já, ég ætla rétt að vona að vera motta. Já. Það er rauð motta. Rauð motta fyrir strákana. Hvað en það kemur mæntalega engin leikari samt til það? Náður að plata eitthvað? Kannski ekki... Nei, það málið að sko... Tjabanur í bísi eitthvað? Ég hef alveg lengt að fengið Mark sko, ef hann var ekki tökum, hann var alveg til að gera þetta sko, en málið er að þetta er líka bara svo mikil kostnaði fyrir þá, ég er ekki að dreifa myndinni, það er myndform. Já. Þannig að sko þetta er svo mikil kostnaði fyrir þá skilur vera það... Fljúan inn. Já, þú veist þetta, einkaþóttur og vissinn skilur þetta. Þú veist, þannig að... Hann er ekkert að fara aftast í Express, sko. Nei, og hann er núna að fara sko á túrum út á myndinni sko Evrópu og það er hans setna sko og það er bara, þú veist, það er bara einkaþóttar með hann út allan hringinn og, þú veist, og... En ferð þú þar, ert að fara á frumsýningu í London og eitthvað svona? Það getur vel verið að gera það sko, það getur vel verið eftir hvernig næsta mynd fer á stað hér, sko, það tekur hann 2 mánuði að gera myndina, það tekur mig sko ár. Já, undirbúa allt. Já, ég þarf að undirbúa og eftirvinna, þannig að það er svolítið öðruvísi. En já, ef ég vonum þetta að ræða það, ef ég kemst þá ætla ég kannski að fara með honum á nokkar stóra borgir. Já, ok. Það er næs. Það verður spennandi að fylgjast með þessu. Já, við bara, Balti, ósku allsins besta og við þökkum kellaði fyrir að gefa okkur þættinum þennan tíma. Já, bara sömulegis okkar. Herðu, þá hafið það kontraband frumsýnt á Íslandi helgina. Við hvetjum að sjálfsögðu alla til að kíkja á þessa mynd. Við viljum að fá Kerry Hilson með I Like og svo er það Hitaklefinn Aron Pálmason. Við þurftum aðeins að láta hann heyra það eftir Íslendinga klúðru sem þetta Króatíu ger. Hilson vinkonan sveppa með lagið I Like. Herðu, Balti farinn, þvílíkur eitraður töffarinn. Já, hann er flottur maður. Já, þetta er spaði. Já. Veist það, mér langar að vera hann. Já. Þegar hann var að segja bara, já, ég er að spáða, veist, ég var einmitt að tala um Mark, bara við erum að spáða að taka hérna stóru borginna saman, ég var alveg til að kíkja okkar frumsýningu og ég hugsaði innan í mig bara, hvað ég vildi ég væri þú. Ég var bara svona, hvað ég væri til að ferðast með Mark Wahlberg bara í einhvern stórborgum og... Já, einkaþóttu og fullur og segja brandara og... Ég get huggað með það klukkan 6 í dag þegar þessari vakt er lokið, þá fyrir ég heim og hita með kjúkling og eitthvað. En nú að gera það mér líka. Hitti Sverri Bergmann og...
Þið þurfum að fara í NBA Jam í PlayStation. Balt ekkert svo eini sem að lifa skemmtilegu lífi, það bara þannig. En það var gaman að fá hann, þetta mikill snillingur. Hann flottur. Ég glemdi að spyrja þig aðan, við spurðum Balta hvernig þú er í fótbolta. Ég náttúrulega veit hvernig þú ert í fótbolta. Hvernig er Balti? Balti? Getur hann eitthvað? Hann fer langt á egónu. Já, það málið það. Hann svolítið þannig sko. Kemur ekkert mikið tilbaka. Nei. Og er hann svona að láta menn heyra það? Já, nei, hann ekki beint að láta menn heyra það. Hann segir svona, Sebbi, og hefur þetta að gefa hann aðna? Og maður bara svona, heyrðu, þú ert búinn að klúra 7 sekund sendingum, sko. Ég klúra 1 og þá svona aðeins að tala það, sko. Já, ég held að það sé eitthvað sem allir þekkja sem að hlusta. Það að spila íþrótti með besserwisser. Já, hann svolítið þannig, sko. Það oft mjög erfitt, sko. En hann sigur, sko. Já. Og þegar við tveir eru saman í boltanum, þá yfirleitt sigur, sko. Hver besti? Þetta einhver leikarabolti, þetta ekki þú einhver leikarar? Já, hann góður, strákur sem heitir Hilmar Himmi. Já. Hann mjög góður. Já. Hver svona lélegur? Hvaða leikari? Lélegasti fótboltamaður í öllum heiminum, leikari, er Jóhannes Haukur. Já, það kemur ekkert óvart. Hann ömurlegur. Þó hann sé búinn að létta sig og... Já, þótt að hann sterkur og allt það, veistu hvað, hann hræðilegur. Og það bara... Maður sér það bara á hann hvernig hann lappar. Já, maður fær tölvupóst, sko, allir að melda sig í bolta og svona. Já. Svo sem maður, Joey Hawk kemur, þá svona, ok. Já, bara svona, Liggum við, hringi hann og spurði hvernig peysa hann ætli ég að vera á litin, þannig að þá getur maður að vera í... Já, það þú sleppur ára með honum í liði. Hann hefur ekkert touch, hann hefur enga tilfinningu fyrir þessu. Nei, það eru sumir sem að hafa bara, veist, hann hefur aldrei stundað íþróttir. Aldrei, sko. Hann kann ekki reglurnar, hann bara sparkar út af og hleypar eftir boltanum þegar hann heldur hann eigi engasti, sko. Já, ok. Og hann alveg hræðilegur. Það bara svona sér freðin. Já, svo stekkar hann upp og að fara að skalla og loka bara augunum og bolti fer bara í bakið á hann. Það óþolandi að vera með að færa alveg í magan sko þegar hann með boltan. Þannig að vera með Jóhannes Hauki í fótboltaliði, það bara eins og hann sé að leika einhverja góðri grímynd. Er hann bara eins og karakterinn sem hann var þarna í næta í dagvaktinni þarna? Já, sem hann leiki í Bjarnfreðarsson. Í Bjarnfreðarsson, já. Já, svolítið þannig. Hann vestur sko, en það er mjög gaman að sjá sko að því að hún langar svo meira. Hann mætir alltaf og duglegur og svona. Það ekki hægt að rakka það niður. Nei, hann má ekki taka af honum metna eins. Samt full seint í árinna gripið. Þú veist hvað maðurinn að vera 30 og ætlar að fara að æfa fótbolta núna. Já. En ég elskar hann. Þetta eðaldrengur. Herðu, fáum eitt lag og svo það hitaklefinn og eins og margóft hefur komið fram að þá tapaði Ísland fyrir Króatíu í gær og við hringdum í Aron Pálmarsson og við létum hann heyra það. Ó já. Fáum það hér strax eftir, eitt lag með Össur. Össur hérna, það eitthvað sem við Sveppi þekkjum, það oft sem að við viljum meira, Sveppi. Já, það hárrétt, ég vil alltaf meira. Já. Ef við fæ eitthvað gott þá vil ég meira því. Við erum frekjur, herðu, Jóhannes Haukur sendir SMS. Já. Hvað stóði þið? Það stóði stórum stöfum, mér hefur farið fram. Já, stundum er ekki annað hægt en að taka framförum. Já. Stundum er ekki hægt að fara tilbaka. Nei, þetta svona... Hann búinn að spilna sér frá botninum, eins og við segjum. Já, nákvæmlega. Og það hárrétt og hann hefur farið mjög mikið fram, en það metnaðarfullur maður, sko. Og stórkostlegur leikari. Já, drullu flottur maður. Ógeðslega snillingur sem drengur maður, Jóhannes Haukur maður. What a man. Já, það alveg gæði. Já, það að koma mynd, ég ætla að fá hann kemur nú hérna í FM 95 blöð, því að það að vera frumsýna svartur á leikbráð. Já, hann reynda góðu vondikall, sko. Já, bara þetta ekki bara því hann að hlusta, hann bara hrikalega góður leikari, verðum ekki honum Klefa dagsins. Ding dong, segi ég. Ding dong, hitaklefi dagsins og það hann Aron Pálmarsson, handboltamaður. Við hringdum í hann fyrir í dag eftir, leiðindaleik, ekki leiðindaleik, leiðilega síðustu 3 mínútur. Svo við skildum drulla þessu frá okkur. Skulum heyra hitaklefan með Aroni Pálmarssoni. Gjör svo vel. Halló. Já, það Aron Pálmarsson, handboltamaður? Já. Komdu sæll og ertu velkomin í hitaklefan. Takk. Hvernig fóruð að því að klúðra þessu í gær, drengur? Bara að spila illa síðustu myndunum. Ertu vissum að þú hafi verið tilbúin í þetta verkefni þetta smábarnið? Já, ég var alveg klár. Þið voru yfir alla leikinn, okkur tókstu ekki á skarið í lokleik strengsdæli. Svaraðu! Það bara gekk ekki upp. Þið saknið Óla Stef! Já, alveg smá, en... Viðurkennt það að þið saknið hans! Hann er frábær leikmaður. Þið hefðu unnið með hann! Það er aldrei að vita. Á ekki að vera betra að spila manni fleiri af það kjúklingurinn? Jú, sneifileg. Greiðirðu þér fyrir leik? Nei. Ertu að hugsa meira útlitið en úrslitin Aron Pálmarsson? Alls ekki. Þú lýgur því! Nei. Ertu hangandi á Facebook á kvöldin, Aron? Já, kemur fyrir maður kemur. Hvað ættið að gera á móti Noregi? Vinna. Þið segið þetta alltaf og svo gengur ekkert! Jó, ég Langar ykkur ekkert að keyra aftur niður Laugaveginn opinni rútu, Aron?
Jú, okkur langar það. Þá verður að fara að gera eitthvað! Já, við vinnum bara næstu 2. Eru bronsdrengirnir sattir? Alls ekki, við ætlum okkur... Aron! Já. Ertu að fá eitthvað utanum hann alltaf í Serbíu? Svaraðu! Nei, það ekkert svoleiðis. 15 skot og 5 mörk á móti Króatíu, það ásættanlegt? Alls ekki. Hvernig væri þá að gera betur í næsta leik, drengstæli? Ég ætla mér að gera það. Þú verður að rífa upp buxurnar! Já, ég gera það. Ertu komið til Serbíu til að hanga á Facebook og greiða þér? Nei, ég kom til... Nei, sanna þá í næsta leik, drengur! Ég lofa því. Hvað er það að gera? Þið eru með íslensku þjóðina á herðunum! Já, við... Viltu að ég sé þunglindur? Nei, alls ekki. Nei, drullist þið á til að vinna Norðmenn! Við gerum það. Gangi ykkur vel. Takk. Það var hittaklöðu dagsins. Það var gott. Já, herru, Aron, þeir lofa sigur í næsta leik. Við þökkum Aroni kellaði fyrir að svara okkur. Já. Það þurfti aðeins að láta hann heyra. Maður var pirraður í gær. Ef þeir vinna Noreg, þá var það okkur að taka. Já, og ef þeir vinna, ekkert kjaftaði. Við tökum þessa leiðindu þjóðu við rúleðum upp. Það er bara þannig. Herru, fáum stuttar auglýsingar og svo ætlum við Sveppi að ringja til Noregs hérna eftir og einmitt að ræða leikinn á morgun við hann. Nei, morgun, já. Virkamótna klukkan 7. Tekur þetta, heldur í. Og ég ætla að spyrja spurningu. Þegar þetta verður grænt, þá... Hvað verður grænt? Þetta hérna. Nei, ok, byrju. Alla virkamótna á FM 957. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Stærsti skiptibókamarkaður landsins er í Office One Skeifunni. Office One Skeifunni opið allan sólarhringinn. Hefurðu smakkað smoothie? Ísbúðin, Háaleitisbraut. Viltu læra eitthvað nýtt? Freestyle, hip-hop, break, street. Dansskóli Jóns Péturs og Köru, dansskóli.is. Gæðaþjónusta. Húsþjónusta BJB. BJB.is. Can I sing you another song? Do we really need to hear more of that? No. Vinsalasti sjónvarpsþáttur í heimi. American Idol hefst á föstudaginn klukkan 21. Smelltu þér á áskriftir á stöð2.is. Styðjum strákana okkar. Horfum á EM í handbolta á Englispub, Reykjavík og Hafnarfirði. Á Hamborgarafabrikunni er myndarlegt úrval af gómsætum salatum. Fabrikusalatið, Cæsarsalatið, gríska salatið, já, og salatvefjur fabrikunar. Hamborgarafabrikan. Og salat. Óttar Bender hér. Í dag ætla ég að veita handhöfum óbílíkisins 7 króna afslátt á lítranum á óbí. Bye bye. Factory kynnir með stolti. Touring Brakes ásamt Laylo á Factory næsta laugardagskvöld. Miðaverð er 2500 krónur. Engin bossala. Mæti tímanlega til að tryggja ykkur miða. Miðasalan hefst klukkan 10. Factory, Laylo og Touring Brakes. Góðar stundir. Pítupartí á Pítunni. Allar pítur með frönskum og gósi á aðeins 1095. Bara eitt af mínum uppáhaldslögum með M&M, Spacebound. Ég fíla M&M. Já, þetta er langt sinni að heyrta þetta lag, þetta er hrikalega gott lag. Hann er svona reiður rappari og kemst upp með það, sko. Hann er alveg með þetta, sko. Hann er töffari. Herðu, við sitjum hérna, ég og maðurinn sem ég sé allt og mikið af í gegnum tíðina, Sverrir Þór Sverrisson, og erum búin að vera í góðum feeling. Það er ímyndslegt gengið á, en við ætlum núna að hringja til Noregs, því að það er Ísland-Noregur á morgun og við erum að hringja svona í löndin sem við erum að spila við. Við hringdum, ég og Björn Bræði hringdum í Króatíu í gær og vorum aðeins að ræða við einhvern veitingahúseiganda þar. Hver eru með okkur í riðli? Noregur og svo Slóvenía eða ekki eitthvað. Það verður kannski aðeins meira vesen að hringja okkar. Herru, tala hans um hlustendur meðan ég hringi. Já, kæru hlustendur, eins og Blöndar sagði, þá ætlum við að hringja til Noregs og kanna hvernig stemmingin er fyrir Evrópumótinu í handbolta. Við tölum hvoru í norsku, allavega ekki ég. Auðun bjórindar í Noregi. Nei, bjóði í Svíþjóð. Svíþjóð, maður, það er hárrétt. Þú nú alveg að byrja eitthvað? Já, og svo eru náttúrulega 1500 Íslendingar fluttu til Noregs, þannig að nossararnir ættu nú að vera farnir að finna fyrir aðeins okkur. Já, maður sjá. Hringir. Please, svara. Svo náttúrulega leikur í kvöld líka í utandeildinni. Víkingur B, Júmbós. Ég er að fara að keppa. Handbolta eða? Já, kallið minn. Vá.
Full höll. Ég gammal handbolta snillingur. Hallå. Ja, hallå? Ja, hallå. Vad säger ni? Vem är det? Vem är det? Vem är Öjde Blöndell? Nej, det är misstag. Nej, men jag ringer dig. Jaha. Vad tänker du om det handbollsmatch imorgon? Island-Norge? Ja, det vet jag ingenting om. Du vet ingenting om handboll? Nej. Är handboll inte populär i Norge? Nej. Nej. Oli. Vad är populär? Är handboll populärt i Norge? Inte i Norge. Ja, det är populärt. Ja, det är populärt, ja. Ja, men inte för mig. Men inte för dig. Okej, kan du... can you put her on the phone who said yes? Huh? Can I talk to someone who knows about handball there? Ja, sure. Yeah. Här. Hej. Vart ringde du? Jag vet inte, jag går till Norge. Hallå? Hello? How are you? I'm fine. Okay, that's good to hear. You like handball, don't you? Yeah. Yeah. Handboll är populär i Norge, ja? Ja. What do you think of the game tomorrow, Iceland versus Norway i handboll? Which team? Iceland? Hvað ertu fullur? Do you think Iceland is gonna win Norway tomorrow in handball? Yes, of course. Yes, of course. Okay. Gamle búin að sippa í. Voðalega stiðan að sitt lið. So you don't think your team Norge will win? Hvað ertu í partíið? Are you in a party? No. Why are there girls laughing behind you at 5 o'clock? What's happening there? Are you sipping some beer? Yeah, party. Oh yeah, you're sipping on gin and juice. Are the girls pretty who are with you? Norwegian girls very pretty. Very pretty. No, not as pretty as Icelandic girls. Interesting. Have you been to Iceland? Norwegian girls No. very pretty. Yeah. Segðu þessari fyllibitt þarna baku að þegja eins. Have you never been to Ísland? Har du komið til Ísland? Herðu, hann skellt á okkur. Skellt hann á? Já. Hvað hringdir þú? Það veit ég ekki, eitthvað heimahúsaldi. Við bara hittum eitthvað standandi partí. Svona eru norsararnir. Já. Þetta er ekta Norraugur. Það er ekki hægt að hringja þetta klukkan 5 að degi til. Það er bara fyllir í. Já, ég meina, kvöldið er byrjað. Já, þriðju dagur. Stutt í helgi. Já, ég meina, ef þú byrjið í Noregi þá þarftu bara að vera í því. Þetta er svona svo í kúlusúk. Já, marstu fór til Grænland. Já. Ég mun aldrei gleyma, fyrsta sjón mín í Grænlandi var konan sem var inn að versla í búðinu, marstu. Já, fulla. Já. Hvað var klukkan? 8:30 eða? Já, og ég held að þetta væri kall. Já, og hún gæti ekki haldið á maturunum sínum út af drikki. Já. Herru, viltu hringja eitthvað annað? Við náðum ekkert að tala við hann handboltaleikin. Tjekka, hvað er... Ok, tala hans við hlustundur, ég ætla að prófa eitt hann. Já, kæru hlustundur, það er Sverrir Þór Sverrisson sem talar við ykkur hér. Jæja, hvernig er stemmingin? Já, gott að heyra. Og það er eitt og annað framöndan hjá okkur auðvitað. Það er búið að fara yfir víðan völl og það verður farið yfir enn víðari völl hér eftir hádegi. Nú, við erum að reyna að hringja til Noregs því að Ísland er að fara að keppa í Noregi í handbolta og ekki má gleyma því að utandeildin á Íslandi er í fullum gangi og í kvöld í Víkinni þá mun Víkingur B hefja leik klukkan 9 á móti Young Boys og það er ekki verið handboltamennildari Bjarki Sigursson og Sverrir Þór Sverrisson sem að etja Ég er ekki að ná fleiri númerum með það. Nei, flott. Ég ætla að prófa Joey's Barbecue staðinn, býta hans, talaðu um eitthvað skemmtilega, söguðu eitthvað, ekki verið að tala um eitthvað handboltaleiki í utandil. Fólk veit, þetta er handboltahotn FM 95 blöð. Nú, leikurinn byrjar klukkan 19:10 á morgun, svo keppum við Slóveníu, já. Ok, hverjum er ekki sama? Hvert hringdur í gær? Má sjá, ég hringdi í Króatíu í gær. Já, ok. Hringdu bara aftur ánga. Segðu það sér Norröður. Júið því bara. Það er allt í abaskítið. Ég er ekki náðið þetta í gegn. Hringdu í Gumma. Ég er að tala á hann. Halló. Ói, hvað er vond útvarp maður. Herðu, jæja, ég byrðist afsökun á þessu. Það er ekki snill. Halló. Herðu, við hendum hérna í eitt lag og komum svo aftur grjótharðir. Við náðum á einhverjum einu norstara sem var í einhverju partí. Ég held að Hvað var þetta í Oslo eða? Hvað segir þau? Hringdur þið til Oslo? Ég veit það ekki eins og bara hringdi eitthvað Ef þetta hringi í Þrándheim, þá er öllum skít saman handbolta, sko. Nó, okkur? Nei, ég veit ekki, það lítur bara að vera. Er það þannig í Þrándheimið? Já, það getur rétt í mig. Hvaða stöðu spilaði þú þurfast í handboltanum? Ég var hægra hotn, örfenda undrið kallaður af samfélögum mínum. Já, erfitt með að trúa. Einn besta
Besta hljómsveit heims, Muse með lagið Resistance. Þið eru að hlusta á FM 95 blöð hérna á FM 957. Auðun Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson eða Sveppi Krull með ykkur hérna. Og herri, ég var að lesa hérna á tvaf.is Sveppi að Fjölnir Þorgeirs og þú veist náttúrulega hann og Bryndís Ásmunds eru saman. Já, ok. Og Dignus, þau voru í löngu innslag í Íslandi í dag á dögunum, þar sem að Fjölnir kendi kærustinu umgangast hesta og ríða út og svona. En hvað þú veist, Íslandi í dag eitthvað fylgja eftir. Og Kristófur Dignus, sem nú maður sem að ég og þú þekkjum vel, pródusentinn okkar, hann spurði þau á Facebook hvort það mætti búa til raunveruleika þátt þau og Fjölni. Og hérna verður að tala um á tvaf.is að það eflaust margt vitlausara. Og nú spyr ég þig, Sveppi, myndið þú horfa á raunveruleika þáttum Fjölnir Þorgeirs og Bryndís Ásmunds? Já, ég myndi horfa bara með sömu augum og ég horfði á Bachelorinn, bara með kjánarhóll og óþæginda. Ertu viss um að það óþægilegt? En þetta væri bara mjög skemmtilega þáttur. Það, ég meina, hvað? Hvað meina? Ég meina bara... Þú ert búin að dæma þetta strax bara, þetta væri ömurlegt. Já, ég meina það er ömurlegt ef það er búið til raunveruleika þáttur um mig, Já, hvað, þú að fara með börnin og... Í leikskóla, skipta á kúkablei. Já, það er ekki hægt að líka þínu lífi við lífið hans Phil Thorgy, Skulum ekki reyna það. Það er alveg árið, já. Ég held að þetta væri eitthvað sem maður myndi alveg horfa á. Já, en þú myndir aldrei horfa á þetta og bara djöfull er þetta ógeðslega góðu þáttur. Gæra þetta með Fjölni og Bryndís, þetta grínast. Það er ekki smá sem hann er að vinna í þessum hestum og hún náttúrulega syngur bara svo engin. Sástu þegar þau fóru á Selfoss, shit, hvað skemmtilegt. Sástu þegar að fyrirhandi hennar Bryndís Atli kom fullur inn og gerði allt vitlaust og vakti börnin, maður, shit, það var ekki smá legendary þáttur, maður. Nú drifur Atli. Já, ég veit ekki, það er kannski margt vitlausara, það er alltaf gaman að, þú veist, menn er alltaf að reyna að búa til eitthvað sniðugt. Já, en það eru fullt af þáttum sem núna í Bandaríkjunum á E-Channel, þá er náttúrulega hérna Keeping Up with the Kardashians og það er hérna, þú veist, Ice-T Loves Coco sem er einhver vesti þáttur sem ég séð á ævi minni. Það er bara, ég var þunnur á að horfa á hann. Þetta með henni Kim þarna, það er líka viðbjöður. Ljótt að segja, samt skömminni skárra en þáttur Ice-T og Coco. Já, svo var einhvern tímann eitthvað með Hulk Hogan. Já, það var eitthvað djók. Þetta er einhvern veginn svona, ef þú ferð þig raunveruleika þátt, þá er eitthvað að hjá þér. Já, þetta er svona, já. Þá ertu eiginlega svona að grípa í síðasta halmstráðu. Ég væri freka til að fylgjast með raunveruleika þætti til dæmis Björgvin Halldórsson. Já, The Bows, við erum rætt það verður alveg gaman og þá þyrftu samt Svala og Krummi að búa heima. Já. En er eitthvað svona par sem þú væri til að fylgjast með? Eitthvað svona íslenskt. Ég hefði til dæmis hefði verið Kristrún Ösp og Sveinn Andri hefði það ekki slitnað, þá hefði það verið þáttur sem ég hefði hort á. Það hefði verið fullkominn þáttur, fullkominn. Þú veist hvað er gaman að sjá allt hérna bara Kristrún Ösp segja við Sveinn Andri, Sveinn Andri, við kunum eftir að tala hérna á Facebook. Þá spilaði eitthvað inn í, sagði hún í einhverju viðtali, að hún greip hann við glóðvolgan á Facebookinu, Já, hann chattaði einhverja gelu. Já, eitthvað að chatta, en minna ég selði ekki dýra en ég kæfti það, ég lasi þetta eitthvað. Og líka hann bara stjörnulögfræðingur með einhver mál í gangi. Hún á fullu í sínu. Já, sem er bara full-time job að vera hún. Já, nákvæmlega. Ólétt með risatattu og hún svona er... Og veistu líka sitja fyrir og svona? Já. Það væri áhugaverðara heldur en til dæmis með Fjölnir og Bryndís eru meira svona eðlilegri. Já, ég er sammála því. Ég myndi alltaf að horfa á Sveinn Andra og Kristján Ösp. Er eitthvað fleiri myndir að horfa á Garðar Gunnlaugs og Ásdísi Rán? Já. Ferðast Búlgaríu og svona? Já, það væri fullkomið sjónvarpsefni. Já. Hann með bjórinn, maður. Já, hann er náttúrulega að reyna að markaðsetja hann og hún að markaðsetja sína línu. Já, og ekki nóg með það. Hún þegar hún kemur til Íslands, þá er það fyrsta sem hún gerir, það er að sippa sér í stúdíó og taka upp lag með Ósk Norðfjörð. Já. Það er mjög áhugavert að fylgjast með því öllu saman. Ég hef ekki séð það hérna í spilun á FM 957. Nei, það er líklega að vera að djúsa það upp. Já, í eftirvinnslu. Það væri mjög áhugavert par til að fylgjast með. Eru þær dúett Ósk Norðfjörð og Ásdís Rán þegar kemur á tónlist eða? Ég veit það ekki en maður er mjög fljótur að segja bara þetta er kjaftaði og rusl. Það eru fávitar eða eitthvað svona. En svo hugsa maður bara er þetta ekki bara krúttlegt vinkonur að fara í stúdíó og syngja og það hlæja saman yfir hvítvinsklassi eða eitthvað. Já, ógeðslega krúttlegt. Er eitthvað Einhverju fleiri? Já, nei, er það kannski komið bara það? Já, ég meina Gils og Gurri. Gils og Gurri, já. Það væri mjög áhugavert að fylgjast með þeim. Já, ýmislegt í gangi þar og þetta er svona, já, það eru nokkur pör sem að væri alveg gaman að fylgjast með. Já. Það ekki. Getur nú rétt ímynda stemminguna á því heimilum. Já, ég var í hérna, en hvernig var að vera með myndaðalarnar heima á þér? Var það ekkert stemming? Jó, það er náttúrulega mikið í gangi. Það er náttúrulega kona þín, hún Íris, hún er svo hrætt við myndaðalar, það myndi aldrei ganga. Nei, það myndi aldrei ganga. Ég væri bara til dæmis, ég væri til að búa til bíómynd sem að væri bara stuttmynd, svona korter, það sem myndi stilla kameru upp fyrir ofan hjónarúmið mitt
Já, þú þyrftir nú ekki alveg kort, þar? Ekki svona 3 mínútna kannski? Nei, og ég myndi sýna sko heila nótt í hjónarúminu að Sveppa Krull. Það ekkert annað. Það gerist ekkert, þú veist, það ekki svo, við erum búin að búa til börn, sko. Já, hvað, ertu það bara hættur að það? Nei, nú, sko, nótt hjá mig, til dæmis nóttin í nótt. Já. Við fyrir 2 að sofa. Já. Það kemur nýfætt barn upp í rúm. Er hann bara að labba sjálfur bara? Nei, þú veist, hann tekinn upp í rúm, bla bla bla, svo verður hann upp í sitt rúm, þá kemur 5 ára strákur upp í rúm, ég fer með honum yfir í hans rúm til að svæfa hann, þá kemur dóttir, veist, þetta stemmingin í hjónarúmunni á mér, maður er bara áhuga að verði í þvílíka þáttaseríu. Nóg að vera. Það er brjálað að gera, sko, hann með kúk í rúmið og á tímabili voru 5 í einu upp í rúmi, sko. Það gerist nú ekki mikið í mínu rúmi í nótt, ég sofnaði við King of Queens og vaknaði svo klukkan 3, lokaði tölvunni, setti hann á gólfið og hélt áfram að sofa. Já, ok. Svo er ég bara mættur í ræktinni í morgun. Ertu að meina, ertu ekki að ringja einhver skvísur til þess að hitta fyrir sængina? Minna, fáum auglýsingar og svo komum við grjótarðir rétt áður. Svali. Alla virka daga frá 9 til 1. Stjörnufréttir, spjallviðsar þekktu og topptónlist. Svali á FM 957. Skelltu þér á Volcano boxmáltíð. Meðlæti og stórt gos á aðeins 999 krónur. Taco Bell. Konur, takkið eftir. Næstkomandi föstudag er bóndadagurinn og ætlar FM 957 að sjá til þess að þið gefið kallinum hinn fullkomna bóndadagspakka. Einu sinni á dag, alla þessa viku munum við gefa bóndadagsgjöf sem að inniheldur út að borða fyrir 2 á ítalska veitingastafnum Uno. En Uno er einn af heitari veitingastöðum landsins í dag. Blómvönd frá Garðheimum ásamt hádegisverði í Spírunni á efri hæð Garðheima. Gjafabréf frá Herra Hafnarfirði svo að kallinn verði nú almennilega dressaður. Veglegan dekurpakka frá snyrtistofunni Systraseli. Og gjafabréf í baðstofuna í Laugum sem að gildir fyrir 2. FM 957 hjálpa þér að vera góð við kalliðinn. Heiðar Austmann verður með tilboðsgluggann. Hleðsla frá MS, próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Nú með kókos og súkkulaði. Þú fær brakandi ferskan nonnabita á 2 stöðum. Hafnarstræti í Reykjavík og Bæjarlind í Kópavogi. Nonnabitir, best fyrir svanga. 3.900 milljónir króna? Það er alveg hreint stórkostleg hugmynd. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Einn vinsælasti þáttur Stöðvar 2. Grey's Anatomy snýr aftur á miðvikudaginn klukkan 21. Skelltu þér á áskrift inn á stöð2.is eða í síma 5 12 51 00. I believe that we can be extraordinary together. Stöð 2. Skemmtilegri. Það er Hagkaup sem færir þér Grey's Anatomy á Stöð 2. Dílar.is í dag. Frábært 10 busta Ariana bustasett frá Avon á aðeins 2.995 í stað 5.995. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Arsenal Manchester United í beinni útsendingu á sunnudag í Smárabíói í hágæða þrívík. Miðasala hefst klukkan 10 á miðvikudaginn á miði.is. Arsenal Manchester United í þrívík í Smárabíói á sunnudaginn. Smárabíó og Stöð 2 Sport 2. Saman í þrívík. EM í handbolta sýndur á risaskjám á English-pub. Láttu sjá þig í alvöru stemmingu. English-pub Reykjavík og Hafnarfirði. Langar þið að gera eitthvað nákvæmlega núna? Hjá Hraðpenningu getur þú fengið 10 til 40.000 krónur hratt og örugglega beint inn á reikningin þinn. Sendu SMS í 1917 eða kíktu inn á hraðpenningar.is. Hraðpenningar.is. Hratt núna. Hraðtilboð frá Icelandair. Seattle frá 36.900. Helsinki og Kaupmannahöfn frá 14.900 krónum. Aðra leiðina með sköttum. Bókanlegt til hádegis á morgun. Bókanir og aðrar upplýsingar á icelandair.is. GoGoYogo.com. Síminn og Smirnoff kynna. Sóley. Órammögnuð á GoGoYogo Wireless. 5. 19. janúar kl. 9 á Kex Hostel, Skúlagötu 28. Miðasala á miði.is. GoGoYogo.com. Fair play in music. Pítupartí á Pítunni. FM 95 Blö er í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem er. Kredía.is. Lakkerón og þú týnist í kynnslóðum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.
hérna með henni Birdie, People Help the People. Klukkan er 4:04 og já, við Sverri Þór Sverrisson erum meðlega bara að fara að kveðja hlustendur hérna. Flott að þessu partí. Já, það er endar, þetta er búið að vera fljótt að líða. Ríkala mikið að vera hjá okkur í dag. Baltasar Kormákur, þú ert að hlusta við þakka aftur kærlega fyrir komuna og gaman að fá hann. Já, time flies when you're having fun. Það er hárið rétt. Aron Pálmarsson, handboltasnillingu, var í hitaklefanum. Já, stóð sig eins og þetta. Já, við náttúrulega vonum það besta á morgun að það er eins gott að vinna þetta. Við verðum eiginlega að vinna Noreg. Já. Það er bara þannig. Og líka það bara maður er með væntingar. Já. Nú er maður með væntingar. Við erum að sækja hérna silfur á Ólympíuleikum. Við erum að sækja brons í hitti fyrra á EM. Já. Nú vill maður bara fá dollu og peninga heim, sko. Það er bara án fyrir ykkur. Já. Það er bara allt í góðu lagi með það. Success as enemies. Hell yes, Sonny boy. Það er bara þannig, herru, ég minni á þáttinn á morgun. Það verða ég og Pétur Jóhann Sigfússon hérna. Við höldum áfram með karaoke keppnin okkar. Það eru tönn í lög á morgun og við ætlum að reyna íslenska lögin. Þannig að fylgist þið með því. Hvað er eitthvað sem við getum, hvað fólk til að gera? Hvað ætlar þú að gera í kvöld? Hvað er kvöldið, Jósefi? Ég er að fara að keppa í handbolta með utandeildinni. Þú ætlar að kíkja það? Það er frítt inn. Nú, já, aldrei að vita hann við kíkja. Víkinni. Ég heldur einnig að ég skila spólu, en ef ekki, þá kíkja. Ekki máli gemli, maður. Hérna, já, það er ekkert plan í hugsa þessi bara, er ekki fínt, það er þriðjudagur, er ekki þriðjudags tilbúið í bíó fyrir fólk sem að vera að hugsa hvað það er að gera í kvöld? Já, ég er bara að vera heima á sér og lesa bók. Akkurát, herru, við ætlum að enda þetta á uppáhaldslæginu mín í dag og ég veit að Sveppi fílar þetta. Þú átt bara endalaust uppáhaldslög, þetta er alltaf uppáhaldslagið mitt í dag. Nú, þetta lag sem ég fíla best í dag. Þú ert ekki uppáhaldið mitt í dag, það er nokkuð ljóst. Herðu, þú manstu, þú varst að tala um daginn, hvað það var flott lag? Já, tökum þetta. Varst að hlusta? Já, þetta er klikka. Segum á þessu. Herðu, takk fyrir hlustunni í dag. Heyrjumst á morgun. Bless. Takkið eftir. Næstkomandi föstudag er bóndadagurinn og ætlar FM 957 að sjá til þess að þið gefið kallinum hinn fullkomna bóndadagspakka. Einu sinni á dag, alla þessa viku munum við gefa bóndadagsgjöf sem að inniheldur út að borða fyrir 2 á ítalska veitingastafnum Uno. En Uno er einn af heitari veitingastöðum landsins í dag. Blómvönd frá Garðinum ásamt hádegisverði í Spírunni á efri hæð Garðstofunni Systraseldi. Og gjafabréf í baðstofuna í Laugum sem að gildir fyrir 2. FM 957 hjálpa þér að vera góð við kalliðin. FM 957. Nú getur þú valið 8 tegundir af hamborgurum. Hlöllamáðar, ávallt ferskir. Office One, stærsti skiptibókamarkaður landsins. Þriðjudagur þú og 1000 kall. Já, þriðjudagstilboð á Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum á 1000 kall. Dominos, 5 það, 5 þátt að því. Nei, ég meina 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5.